Já, ég hef verið að lesa eða öllu heldur að hlusta, þannig forréttindi í dag með tækninni að maður getur hlusta á sögur. Svo oft á tíðum ef ég þarf að vinna á spítalanum í Reykjavík, þá er þessi 50 kilometra leið stutt þegar ég hlusta á sögu, hef símann minn í gangi og hlusta á vel upplasna sögur eftir góðan amerískan rithöfund sem að skrifa mjög mikið út frá kristinni trú. Og hún skrifar reynslusögur frá ýmsum tímum, alveg frá því 1863 þegar landnemar voru í Bandaríkjunum. En núna er ég að hlusta á sögu úr heimsstyrjöldinni síðari þegar að nasistar hernámu Holland. Og það er svo áhrifaríkt og það er svo sterkt þegar maður hlustar á reynslur fólks. Og það er ekki lengra síðan heldur að rétt áður en ég fæddist. Þetta er svo stutt síðan. Og þá fáum við að sjá og heyra reynslur fólks sem upplifði ofbeldi stjórnar nasistana, hvernig þeir ætluðu sér að leggja undir sig heiminn og hvernig þeir hlífðu engun. Gyðingar voru bara rusl sem að þurfti að útrýma og til þess að ná tökum á því þá var smátt og smátt búið til lagakerfi þar sem að réttindi þeirra voru skert smátt og smátt þangað til að þeir eruð að merkja sig og ef þeir, að dóminasistana gerði eitthvað vitlaust þá voru fjarlægðir og settir í búðir og fólk var svo undirvokað, jável fólk sem var að hjálpa, það var allt fullt á ótta og þetta er raunveruleikin, þetta er raunveruleiki fólk sem var bara afar okkur og ömmur. Og þetta hefur djúp áhrif á mig vegna þess að í ljósi tímana okkur finnst oft óraunverulegt að eitthvað geti gerst svona hræðilegt á okkar tíma þegar farið er að setja fólk í bása og segja þessir eru vitlausir, trúin þeir eru vitlaus, þeir eru bara rétt dræpir. Þetta er bara svo stutt í þessa hugsun hjá vissum hópi manna á jörðinni. Og við skildum ekki vanmeta það hvað grimmdin og ranghugsunin er sumstaðar sterk og rík af því að við vitum hver er kallaður höfðingi þessa heims. Við vitum hver er undir okkar í þjóðana og hver er á bak við allt. En ég ætlaði nú ekki að fara að draga ykkur niður. Mér langar að lesa fyrir ykkur 5. desember úr bókinni Daglegt líf eftir Ellen G. White þar sem hún er að minna okkur á vonina. Og þetta er vitnað í Jesaja 25. kafla og 9. vers. Við erum tilbúin og vonum á hann er fyrirsögnin. Og það segir, á þeim degi mun sagt verða, sjá, þessi er vor Guð. Við vonuðum á hann, að hann myndi frelsa oss. Þessi er drottinn, við vonuðum á hann. Fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Og svo heldur hún áfram, ég heyri hinn skelfilegu slys sem eiga sér stað viku eftir viku, spyr ég sjálfa mig, hvað merkir þetta? Og þarna er Ellen að spyrja fyrir 110, 20, 30 árum. En hún var ekki upp á okkar tíma en við vitum að slysin gerast í dag og hún segir fleira. En hver við heyrðum oft jarðskjálfta og hvirfilbylji. Við fáum þetta beint í æði gegnum okkar miðla, eyðingu af eldi og flóðum ásamt miklu tjóni á lífi og eignum. Og þetta er margfalt meir í dag. Svo virðist sem í þessum slysum brjótist fram óskipuleg og stjórnlaus öfl, en í þeim getum við greint tilgang Guðs. Það eru eitt af þeim tækjum sem hann notar til að vekja menn og konur til vitundar hættun sína. Dómar Guðs er að birtast í landinu. Þeir mæla alvarlegum orðum og segja, verið þér og viðbúnir því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þér ætlið eigi. Við lifum á lokastundum heimssögunar. Við megum engan tíma missa, ekki eitt andartak. Látum ekki koma að okkur sofandi á verðinum.
Hvetjum menn og konur allstaðar til að iðrast og flýja hina komandi reiði. Hvetjum þau til að undirbúa sig sem skjótast við höfum litla vitneskju hvað framundan er. Og fólkið sem að lifði til dæmis í Hollandi á heimsstyrjaldar árunum, þegar það þurfti að fela sig bak við hænstabú, fela sig inn í litlum kössum, fela sig inn í fölskum herbergjum, kremja sig saman í litlu plássi og það spurði 1943 og 4, hvenær lýkur þessu? Og maður veit af sögunni að það voru 2 eða 3 ár eftir. Hann, Drottinn, kemur skjótt og við verðum að vera viðbúin og bíða komu hans. Ó, hvað það verður dýrlegt að sjá hann og vera boðin velkomin sem hans endur listi líður. Getum við aðeins séð konunginn? Hversu fagur hann er, hlytum við blessun að eilífu. Mér finnst ég verða að hrópa hátt, á leið heim. Við nálgumst þá stund þegar Kristur kemur í mætti og mikilli dýrð til að taka hina endurleistu til hina eilífu bústaða þeirra. Í einu mikla lokaverki munu margir erfiðleikar verða á vegi okkar sem við vitum ekki hvernig á að bregðast við. En gleymum því ekki að þeim 3 miklu máttarvöld himinsins að verki. Að hönd Guðs á stjórnmálnum og hann lætur fyrirheit sín rætast. Hann mun samansafna úr heiminum líð sem þjónar honum í réttlæti. Og vel að merkja persónurnar í þessari sögu sem ég vitna í áðan, að þeirra sterkasta vopn, þeirra sterkasta bara sem þau gátu haldið sér í, það var trúin. Það var að biðja og þrauka og komast í gegnum þessa myrku tíma. Svo gleymum því ekki að Guð hefur ekki gleymt okkur, hann til staðar og sama hvað yfir okkur dynur, hvort sem heilsuleysi eða fréttir af slysum út í heiminum eða flóðum eða einhverjum ósköpum, að hann að koma. Það svo margt sem að sýnir fram á það. Skulum halda áfram.